Jæja, kæru hlustendur, það þá komið að því að maður tekur síman inn, það að segja þið hlustendur, nú fáið þið orðið og ég ætla hér að opna fyrir allar línur og sveimir þá það glóir allt bara. Góðan daginn, fyrsti hlustandi, góðan daginn. Já, góðan og blessaðan daginn. Góðan daginn. Jæja, hvað segir þið þá í útvarpinu? Við erum svo glaðir hérna. Það Já, er það er ekki? bara enda ekki annað hægt, vikan á enda, laugardagsmorgun, hvað er betra? Já, og veðrið búið að leika við okkur? Alveg indislegt. gjörsamlega. Það er svo bjart og fallegt yfir. Ég man bara ekki til svona góðu tíðarfari. Nei, Ég verð bara að segja, svona mildur febrúar hefur nú ekki komið hér í háu herrans tíð. já. Þetta er alveg einstæmi. Nei, þetta er mildasti En, febrúar í heiminum. En það er nú samt reyndar, það varpar nú svolum skugga á þetta allt saman að það er svona farið að gera, finnst mér svona, ég hef nú verið tiltölulega laus við kreppuna. Nú, jæja, gott að heyra. Ég hef nú svona átt ekki neinar stórar fjárhæðir í neinum áhættu sjóðum eða slíku. Nei, jæja. Og þáði engin kúlulán. Nei, það er nú ágætt. Ég segi nú eins og einhver sagði nú einhver tíman og nú eldri kona sem ég hitti og hún sagði ég tók ekki þátt í góðarinu og ég ætla sko ekki að fara að taka þátt í kreppunni. Þannig ég hef nú svona reynda að fylgja því líka. En sko, nú finnst mér ég farin að verða var við að það er kreppa. Jæja, og hvað er það? Hvaða merk eru það? Ég var til dæmis að taka eftir því núna að það er ekki lengur hægt að fá stórar flöskur af Filippo Berry og ólífólíunni. Nei, Það er, nú er hún bara á litlum flöskum. erum við að tala vöru skort? Er það að fara að gerast hér? Já, sko, ef þú ætlar að nota, sko, konan, hún vil ekki sjá annað en Filippo Berry. Nei. Hún þekkir hann á góða innu og treystir engum öðrum fyrir svona smurningu á mat. Og ég kaupi þetta, ég fyrir alltaf sérstakka svona Filippo Berry og ferð. Já. Og ég fæ hvergi núna stóra flöskur. Já. Nú eru bara litlar flöskur. Og ég held að þetta sé að koma svona fram í svona vöru skorti. Það er að þessi frambúði er að minnka. Já. Og ég verð var við þetta á fleiri stöðum líka. Sko, það var nú svona kveikinn að því að ég ákvað að hringja. Já. Nú er nú hérna öskudagurinn framundan. Já. Ert þú búin að ákveða hvaða búningi þú ætlar að vera í? Nei, ég verð nú að viðurkenna það, ég er ekki búin að ákveða það. Nei, þú vilt ekki fara niður í loftkastala og fá lánaðan hérna Magga mjóabúningin sem þú varst í. Já, ég er nú ansið hrættur að ég kemist nú tæplega í hann í dag. Það hefur nú aðeins bætt á sig síðan. Já, ég segi nú bara svona, ég hafði óskaplega gaman að þeir leikriti. Já, takk fyrir það. Og sérstaklega þér og ykkur öllum, þið stóðu ykkur alveg eins og hetjur hérna á sínum tíma. Takkaði fyrir. Ég fór hérna með barnabarninu mínu á sínum tíma. Já. Hann er nú að verða hálffullorði maður í dag. Jæja. En já, ég hef nú alltaf haft það fyrir síða að vera í búning á öskudaginn. Já. Og gert það svona mér til gamans og annara líka. Þetta hefur nú alltaf verið svona viðburður. Ég fer í vinnuna og í búningnum mínum Já. og hérna og núna ég langaði mig svo til að vera sko hérna og ég sá þetta auglýst í blaði. Ég sá þarna var auglýst svona Hannah Montana búningur. Já. Og ég hef svo gaman af Hannah Montana. Já. Mér finnst hún bara svo skemmtileg og hún er bæði svona rakvallabálkur. Já. Og svo er hún eldklár líka. Já. Og þegar hún er að setja ofan í við félaga sína þarna sem er
láta eins og bjánar og svo hún svona svolítið álfur, hún svo mikið álfur eða svona, hún svo mikið fyrir. Já, og leikur tveimur skjöldum, því að þetta nú þetta nú annars vegar hún Miley Cyrus sem dökkhærð og svo breytir hún, svo setur hún bara upp hárkoll og þá hún orðin Hannah Montana. Þá hún orðin Hanna og mér langaði svo, ég búin að fara allt og leita að Hannah Montana búning. Já. En þeir eru bara með hann í barnastærðum. Já. Ég fæ ekki búning á mig Nei. Og það er ekkit von á því heldur. Og hvað er þetta? Ég reyndi nú einu stað þeir voru með sérpantanir og semst að ég bað þá að athuga hvort það hægt væri að panta svona búning fyrir mig og það er ekki hægt. Nei. Það er bara ekki, það er eins og þetta er bara ekki sent til Íslands. Já, þetta er skýrt dæmi djúpa kreppu. Já, mér finnst það. Mér finnst þetta ekki alveg nógu gott. Nei. Ég var eins og í fyrra. Já. Fyrra var ég kattakonan. Já. Catwoman. Já. Já, það hlýtur að hafa verið gaman. Það er uppáhaldsmyndin mín. Já. Það er Catwoman með Halle Berry. Já. Það fannst mér alveg, það er mynd sem ég get hort á aftur og aftur. Og Jóhannes. Já. Það finnst mér mikið, það er góð kvikmynd. Já, hún sló nú sérdelis í gegn. Já, ég fór 3 sinnum á hana. Já. Fór mér að segja einu sinni á hana í katakonu búningnum mínum. Já. Af því að ég var búin að sjá hann aftur og svo sagði nú frúin við mig býttu var katakonan búin að sjá hann. Þannig að ég sagði nei. Þannig að ég var komin daginn eftir bara í katakonu búningnum. Já, heyrðu. Það er sko ef á að bjóða búninga Já. þá eiga þeir að vera í öllum stærðum og fyrir alla. Auðvitað. Maður veit aldrei í hvaða búningi fólk vil vera. Já, akkurat. Mér langar að koma þessu framfæri og til Birgja og innflytjenda að bjóða upp á eitthvað. Já, alveg að gera. Tvímælalaust. Bjóð upp á góða grímjubúninga fyrir öskudaginn. Ég þakka þér kærlega fyrir þetta og... Já, þakka þér vinnur minn og fyrir góða helgi. Takk. Heyrðu, já, þá er komið að næsta hlustanda hér. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Góðan daginn. Sigrún heiti ég. Sæl og blessuð. Já, ég ákvað nú að hringja út af manninum sem var að hringja út áðan. Já. Varðandi Hannah Montana búningana. Já. Sko ég er með ágætis ráð við þessu. Já. Það er að segja ef þú ert það er nú margir sem hafa gaman að því að klæða sig upp í búninga bæði á öskudaginn og svo eru nú oft svona vinnustafa svona teiti. Já. Það sem að fólk er beðið að koma í einhvers konar búningum. Og þetta hefur verið partibúðin hefur nú boðið upp á eitthvað úrval. Já. Og líka hókus pókus á Laugaveginum. Já. En ekki fyrir alla. Ég hef nú svona ég var nú í formaður starfsmannafélagsins á mínum vinnustaf. Og við vorum með svona stjórnmálamannatema. Já. Bara það er nokkur ár síðan. Og þá langaði mig svo að vera Davíð Oddsson. Já. Mér langaði svo afskaplega mikið til að vera Davíð Oddsson. Og ég fór í allar þessar verslanu. Ég fór í Toys R Us og leitaði búning þar og þeir voru ekki með ekki í neinum stærðum sko. Nei, bara enga búninga fyrir Davíð Oddsson. Nei, og ég fór líka í partibúðina og í hókus pókus. Og það kannaðist enginn við að hafa séð svona búning og ég var alveg í vandræðum. Ég vissi bara ekki hvað þetta að gera því ég var búin að ákveða þetta. Og hún nú einu sinni þannig að þegar hún er búin að býta eitthvað í sig, þá verður því bara hreinlega ekki takkað. Nei.
Þannig að ég var nú að ræða þetta við vinkonu mína. Já. Hún sagði, Sigrún, af hverju saumar þeir ekki bara búning sjálf? Já. Mér hafði nú ekki bara dottið það í hug, sko. Þannig að ég bara saumaði á mig. Ég keypti mér bara efni og saumaði á mig Davíð Oddsson búning. Já. En það er eitthvað sem þessi maður geti gert. Þetta er nú ekki flókið snið fyrir Hannah Montana, held ég. Nei. Og hann getur nú örugglega fengið, ef hann er ekki handhægur ef hann er ekki kunnugur saumavél, þá getur hann nú örugglega fengið konuna sem það hjálpa sér. Það er nú allar konar að kunna á saumavél. Já. Og hljóta nú eiga einhverja, svoleiðis, ég hef nú bara einhvern ræðil, sko, en ég náði nú að sauma mér mjög flottan Davíð Oddsson búning. Já. En svo lenti ég nefnilega í svolítið, sko, ég fekk hérna hárkollu lánaða, svona svartgráa, svona krullaða. En svo lenti ég í helvitis bastli með, sko, brjóstin á mér. Já. Það var nú eiginlega, sko, þegar ég var komin með kolluna og komin í búningin, þá náttúrulega, sko, stóðu brjóstin á mér út í loftið, sko. Ég hef nú alltaf verið svona með frekar stór brjóst. Já. Var það snemma og þau hafa nú, sko, frekar stækkað í seinni tíð. Já. Það er eins og allar rjómatertur sem ég læt í mig, það farið bara á eitt stað. Já. Og ég var alveg í vandræði með þetta því að þetta var svo ólíkt Davíð Oddsson. Hann er ekki með það stór brjóst, sko. Hann er með smá svona skálar. Já, hann er ekki með hann er ekki í D-stærð. Nei, ég er í D-stærð. Já. Og þannig að ég bara á að það ráð. Ég var alveg í vandræði með þetta því ég var náttúrulega búin að leggja svo mikla vinnu í þetta. Ég var búin að sauma með Davíð Oddsson búning. Og þannig og þetta er bara spurning um að bjarga sér. Og er ekki máltæki sem segir neyðin kennir naktri konu að spinna? Jú. Já. Ég var algjörlega nakinn og ég tók bara svona þóllímband og teipaði brjóstina á mér niður. Já. Og meira ég, sko, teygði á þeim, ég teipaði þau, sko, algjörlega niður á maga. Og þá kom það svona út eins og ég væri bara með smá ístru. Já. Það var svolítið spauðilegt, sko, að horfa á það var eins og ég væri með, sko, ístru með 2 geirvörtum á. Já, ekki kannski ósvipað og Davíð Oddsson sem er nú með. Nei, einmitt, nákvæmlega. Þetta var eins og bara 2 útstæðir naflar, svona. Þannig að afskaplega gaman að viðmaðurinn. Já, ég get ímyndað með það. Heyrðu, já, ég vildi nú bara koma þess á framfæri. Já, þetta er góð hugmynd fyrir manni sem var að hringja á þann að sauma bara Hannah Montana búning eins og þú saumaði Davíð Oddsson búning. Ef neyðin kennir naktri konu að spinna, þá ættum við geta kent kallum það líka. Heyrðu, þakka þér fyrir þetta innlegg kærlega. Já, þakka þér. Blessuð. Heyrðu, við höfum tíma fyrir einn hlustanda í viðbót. Þetta verður að vera snögt. Góðan daginn. Já, góðan og blessaðan daginn. Já. Ég er að hringja í útvarpið. Jú, þetta passar. Það er útvarpið hér. Er ég í beinni útsendingu? Þú ert í beinni? Mig langaði að koma á. Þannig að ég er íbúi á ónefndu elliheimili hér í borg, reyndar í Reykjavík. Og ég lendi í svona sérstæðum vanda sem ég veit ekki hvernig ég á að snúa mig út úr. Já, hvað? Og er eiginlega orðin örvinglaður. Hvað ég er gamall maður. Já. Og ég hef aldrei gert neinum mein. Nei. Hef ég gert að býst ég afsökunar upp í. Það hefur verið óviljaverk. Já. Algjörst óviljaverk. Já.
í júlí, já, rétt fyrir mánaðamótin júlí, ágúst. Þá byrjar að vinna hér á heimilinu ung kona. Já. Og ósköp sæt og huguleg stúlka. Og kom mér ekkert torkennilega fyrir sjónir í fyrstu. Nei. Ósköp það að vinna margar hér stúlkur og flestar almennilegar. En ég sett ekki öruglega í beinni útsendingu. Jú, hafði engar áhyggjur öðru. Þjóðin hlustar á þetta. Þjóðin að hlusta núna með andakt og hefur þegar meðtekið afsökunarbeiðni þína. Þá bið ég þjóðina góðfúslega að hlusta á neyðarkall frá gömlum manni. Já. Sem hefur ekki önnur hús að venda en að tala beint við þjóðina. Já, býttu nú við. Hvað er málið? Þessi stúlka, hún gengur ekki heil til skógar. Nei. Og hún hefur grunar mig gerst segum einhverja hryllilega hluti. Já, býttu nú við. Á elli heimili. Og hvað er þetta? Ég hef tekið eftir því. Hún vill mjög gjarnan vera ein með heimilismönnum. Já. Hún reynir mjög gjarnan að koma því þannig til að hún sé ein. Hún reynir að lokka menn hér með sér og beitir, sko, ef að menn er á varðbergi gagnvart henni, þá beitir hún svona leiðum til þess. Hún er til dæmis með mjög gjarnan með dós á sér, með hákarl í. Já. Hún kom til mín einu sinni. Ég, sko, fekk hún engin veður. Ég kom inn í herbergið mitt og hitti þar fyrir herbergisfélaga minn sem er búinn að vera hérna í herberginu með mér í 3 ár. Þar sem hann satt á beddanum sínum og með handlit í höndum sér. Og var greinilega að gráta. Já. Og ég hafði búið á hann, sko, og ég sá hann þurrkaði sér svona með augun og hérna og ég segi, þú ert að gráta, Kristján minn. Og hann neitaði því algjörlega og hérna en ég settist niður með honum og hann klappaði hann á bakið og hann vildi ekkert segja neitt í fyrstu, en svo sagði hann mér að þessi stúlka hefði, þegar ég hefði verið farin, sko, ég var að fara á salernið og ég er nú alltaf lengi á salernið, þá kom þessi stúlka og var að ræða við hann og hann grunaði ekkert enga græsku, sko. Og hérna, svo spurði hann tók hún upp hákarlsdósina og spurði hvort hann vildi hákarl. Og hann, og Kristján hann hefur aldrei borðað hákarl. Hann finnst hann ógeðslegur og hann sagði, nei, ég borða aldrei hákarl. Ég finnst hann ógeðslegur. Og þá spurði hún hann og svona hálfkvíslaði á hann. Hvað finnst þér gott, Kristján minn? Hvað finnst þér gott? Og hann sagði svíð. Hann sagði sér þetta svíð ágætt. Já. Og þá sáum við hann að hann skildi þá koma með henni inn í línherbergið. Því að þar væri hún með fullt af svíðum fyrir hann. Með kjamma og sultu og allt. Og hann grunaði ekkert og fór með henni þarna inn í línkompuna og síðan þegar þau komið þar inn þá lokaði hún og læsti hurðinni. Já. Og ég reyndi að fá upp frá honum hvað þið gerst, en hann bara brotnaði saman eftir að bara hágrét í fanginu mér, sko. Hvað sé? Og hérna og ég
ég tekið eftir því að hún er að stundum þegar hún er í vinna, þá er hún hérna út á túni. Hún er að sniglast hérna í kring, sko, og ég sé hún er að gjóa augunum á gamla menn sem eru að fara, eins og hún sé að bíða eftir því, sko, og að þeir fari nógu langt frá elli heimilinu, þá einhvern veginn getur hún einhvern gómað á, og ég sé hún er að fitla við dósina. Hún er alltaf með hana á sér, sko. Hún er að fitla við hana og ég eftir það sem gerðist fyrir Kristjána, þá ég er búin að tala hérna við félagsráðgjafann. Já. Ég held að þetta sé eitthvað, þetta sé einhver kynferðisleg brenglun. Og ég er búin að segja það við fórstöðumanninn hér og hann vill ekki hlusta á það. Það er eins og allir hafi tekið höndum saman að sagga þetta einhvern veginn yfir. Já. Hún fær að starfa hér óáreitt og ég er bara ekki sofið almennilega út af þessu. Ég var að fara í leik við mína daginn og bara ég er með svona göngugrind og var að fara svona hægt yfir. Allt í einu finn ég að það stróki svona yfir bakið á mér, sko. En ég hrakk við og þá var hún komin, sko, svona smeðjuleg og svona ótandi, svona eins og hún sér hérna óta, sko, brjóstunum að manni, sko, og ég hörfaði svona undan, sko. Og þá var hún vel svona smeðjuleg og kom með dósina, sko, með hákallinum. Og þá var hún búin að dunda sig við þetta heima, sko, þá var hún að skera þetta niður í bita og ótaði svona dósina mér og reyndi svona strjúka mér leið, sko. Vill ekki fá þér hákall. Ég segi, nei, þakka þess. Og svo flýtti ég mig bara í burtu, sko, eins og ég komst, sko. Og ég fann alveg, sko, augnaráðið hennar á, og ég fann það bara hvar það var. Það var ekki fallegt augnaráð, heldur svona, það er eitthvað svona græðiki í augunum á henni, sko. Og þetta er rétt rúmlega 20 stúlka og hún skuli sko koma svona að enginn skuli sjá þetta. Mér finnst það skrítið, ég talaði með þetta við félagsráðgjafann minn, það kemur hérna félagsráðgjafi alltaf og hún vildi ekkit, hún er með í þessu líka, sko. Þetta er eitthvað, hún er að, sko, það er enginn, sko, hún segist vera með svið inn í línherbergi. Félagsráðgjafinn? Nei, stelkan, já. Og alltaf er hún með einhvern svona bita eitthvað og þá var hún að lokka mann einhver, sko, hún var með hérna einhver tíman sátum við félagarnir, sko, vorum að spila víst og hún var svona hékk þarna undir vegg, svona rétt hjá og svona og ekki horfði heldur, sko, mændi á okkur, sko. Ég var nú með uppbrettar ermar og mér var það svo óþægilegt. Ég bretti það niður aftur, sko, það var svo að horfa á handlegginu á mér og eitthvað svona, sko. Svo var alltaf að stríkur öllum og eitthvað svona ekkjandi. Ég kann ekki útskrifa, það er allt eitthvað svo ekkjandi og var að tróða brjóstunum framan í eitthvað og þá barst mig tal hérna, það var einn að tala það að hérna að það væri ekki hægt að fá punga. Já. Og það er erfitt að fá punga og það var almennilega súra. Að fá súra punga er bara virðist ekki vera hægt og þetta er bara svona í tal og hérna
og hérna það var einn maður sem býr hérna á sama gangi og ég aðeins neðar og hérna svo vorum við að fara að spila vist, við spilum vist alltaf á þriðjudögum og kemur hann ekki. Þannig að ég labbaði inn til hans og þá lá hann bara ennþá í bælinu og hérna og slökkt inn í hjá honum og ég segi, vil ekki koma og spila munur og hérna, segi mér langar ekkert að ræða það og hann, ég segi ekki í dag menn ég vil ekki spila í dag og hérna þá sé ég disk á borðinu með pungum, með sneiðum. Já. Súrum pungum og það búið að býta í einn bitan. Og ég var nú fljótur að leggja saman og ég spurði hann hvort þessi tiltekna manneska kom hún með punga hérna til þín. Og hann svaraði mér ekki. Hann vildi gera hans að ég vil ekki gera það. Ég langar ekki að ræða þetta. Og ég spurði, hefur hún verið að áreita þig? Var hún að koma með pungan sem tilefni til þess að stýra eitthvað í venging við þig? Og hann vildi ekki til hans að ég farðu bara núna. Ég langar ekki að ræða þetta. Ég múst spila við ykkur fyrir þetta einn. Það er allir einhvern veginn svo hrættir sko, ég veit ekki hvort hún er að ógna þeim eða hvað það er eitthvað þetta er ekki eðlilegt að tæla gamla menn og svo er hún eitt einkennileg sem engum fannst nú einkennileg sko en mér fannst það var hún sko, hann viljum vera að taka myndir hún taka myndir af gömlum mönnum og hérna og ég spurði hana fyrir hvernig eru þessar myndir og þá vottaði hún svona brjóstórum að mér og var öll svona einkennileg og svona fljótandi í augunum og hérna og eins og hann langaði svona að strjúka sér allri og sagði hérna þetta er handa vinkonum mínum ég ætla að sýna vinkonum mínum þessar myndir og ég er svo hræddur hún sé í einhverjum svona eitthvað á internetinu hún sé að setja þessar myndir hún sé einhverjar vinkonur og þær sé að skiptast á hver á svæsnustu myndina það er eitthvað óeðlilegt þarna og ég veit bara ekkert hvað ég á að gera og hún sat yfir mér í gær sat hún yfir mér og var að spurja mig hvað finnst þér gott hvað finnst þér hálfhvíslandi hvað finnst þér gott ég segi mér finnst bara svona kvalspík finnst mér ágætt til að segja eitthvað ég vildi ekki þykja nýtt af henni hún var svona, viltu svið hvað er svið ég vil það ekki og ekki sviðasvöldi langar ekki sviðasvöldi mér veist nú sviðasvöldi ágætt og ég sagði bara nei ég vil það ekki því ég mér fannst ekki stætt á að finnast allt og vond en ég sagði að mér finnst súrkvalur ágætt svona ringi ringi ef það er vel ofskaplega gott og þá horfði hún á mig svona einhverju sem fljótandi augnaráði og reyndi að strjúka mér svona og ég vék mér nú undan því og nú er ég sagði Kristúni frá því að hún væri að koma ég sagði hún ég ætla ekki að nefna neinn nöfn en ég sagði hún stúlkan hún er að koma hérna á eftir
hún geti byrst á hverju stundu og ætlaði að koma með rengi og ég sá það bara að það var eins og það var líffæri úr Kristínu. Hann bara dó í augunum. Svo stóð hann upp sko og dæsti og fór á klósetti og hann hefur ekki komið hann út. Hann búinn að vera þar inni núna í verða korter. Ég veit hann liggur sko, ég sé það alveg, hann liggur á skráargatinu og er að fylgjast með. Hann ætlar ekki að koma út á meðan hún er hérna. Og ég veit ekki sko, hún geti byrst hér á hverju stundu með. Og kemur hún hérna og ég veit ekki hvað ég á að gera. Ég er ekki með neyðarnapp eða neitt hérna inn í hjá mér. Ég er búinn að reyna að tala við alla, það er enginn hlusta á mig. Og kemur hérna á eftir og læsir þá örugglega hurðinni og ég vona, ég held að geti einhver komið og náði í mig hérna. Já, þetta geti verið bara háalvarlegt ástand sem er að myndast þarna á þessu heimili. Ég er svo hræddur að það séu fleiri sko. Sem eru með eitthvað svona áreiti. Já, þetta vefur bara upp á sig. Næst verður hún að biðja að fá einhverja gamla menn lánaða og fara með það á einhvert. Já. Við skulum nú samt vona að það verði ekki, en hérna, ég myndi náttúrulega bara hafa samband við lögregluna. Hefurðu prófað það? Já, ég er búinn að hringja í lögregluna. Já. Og þeir fröðust skyldu skoða málið. En síðan hefur ekkert gerst? Nei, ég er bara svo hræddur að einhverju eftir að hljóta óbætanlegt svona þessu. Já. Því að sko þegar þú ert búin að sko því að þetta er sko hún sko getur eyðilagt líf. Þetta er náttúrulega sálarmorð, það er eitthvað svona að ræða. Ef það er það sem sagt mjög grunnar, þannig ég segi það reynd, þá held ég að hún sé að misnota, ég held hún hafi misnotað Kristján kynferðislega. Þú heldur það? Hann vill ekki tala um það og það. Ég held í fram að hún hafi misnotað hann. Þetta fengið að strjúka honum eitthvað, eða eitthvað, ég fór nú ekki að hugsa út í það. Það er svo ógeðsvælt, en hún hefur einhvern veginn fengið eitthvað fyrir sín snúð, eða sín svið, hann hefur fengið. Þetta er svona kaups eitthvað hjá henni. Hún er þá bara lokka hér menn hægri vinstri með ákarli og sviðum og hérna. Og ræntanellinni. Já. Og ræna, nákvæmlega að ræntanellinni. Hún er að sko, hérna, sko, hún er allstaðar, hún er eins og grárköttur allt, sko, hún er alltaf komin, sko, og ef ég er hættur að fara út úr herberginu mínu, ég er hættur að fara í leikfimi, ég er hættur að fara í hérna, sko, fara í vistina eða neitt, sko, ég er farin að bara einangra mig hérna inni, sko, og mér býður við því, sko, ég heyri röggina þegar hún er að kemur svona eins og köttur upp á manni og hvíslar í eyrun á mér. Viltu hákall, vinnar? Ég segi, nei takk, ég vil ekki hákall. Býður við hún. Mér sé allir matalist og allt, ég bara þetta er algjör viðbjóð. Ég vona innilega að það rætist nú úr þessu, en hérna, og vonandi gerir lögreglan eitthvað í þessu ef þetta er jafn alvarlegt eins og þú lýsir því. Ég er hættur að þeir gera ekki neitt. Nei, en hérna. Ekki fyrir að það verður eitthvað stórslýs. En hefurðu reynt að ræða þetta við forstöðumann heimilisins? Já, ég er búin að ræða þetta. Já. Hann er ekki, hann hlustar ekki á þetta og hérna.
hann vildi fá að tala við Kristján. Já. Og ég fekk Kristján til að koma á hans fund og sagði hann ekkert hvað þetta snerist neitt. Og bara sagði ég við hann að forstöðumaðurinn vildi eiga við hann orð og spurja hann dálítið. Og þannig að við fórum þarna niður til hans og hann var þarna með aðstofamenni sínum og hann þetta náttúrulega fagnaður og hann spurði Kristján bara beint út sem sagt hvað þessi stúlka hafði gert við hann. Og ég gleymi ekki augnaráðin sem Kristján sendi mér og hann sagði ég get ekki sagt það. Ég vil ekki segja það. Og ég hallaði mér svona á hann og ég sagði Kristján minn, okkur viltu ekki segja frá þessu. Og hann hvíslaði að mér vegna þess að ég lofaði henni því. Þá vill hann ekki að ganga á bak orða sinna. Já, ég skil. Það erum búin að táldraga gamlan heiðarlegan mann í eitthvað sem maður veit ekkert hvað er og maður hefur ekkert við. Heyrðu, ég vona ég þakka þér nú kærlega fyrir að deila þessu með okkur og vona svo innilega að þetta rætist úr þessu en við höfum því miður ekki meiri tíma en endilega bara láttu í þér heyra ef það er eitthvað fleira. Já, þakkaði fyrir það. Þakkaði fyrir vinur minn. Já, og þar með lýkur símatímanum hér í Tvíhöfða. Við höldum áfram hér eftir þetta. Takk.